Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum ekki að baki dottinn og ætlum að þrauka. Við ætlum að leyfa þessum degi að líða og vinna einhver góð verk í honum eins og dögunum er ætlað og er skýr vilji lifandi Guðs að sé, því að trúin þarf að hafa þau verk með sér að vilji Guðs sé framborinn og eftir honum leitað, og sá sem leitar eftir honum er hinn trúaði sem tignar og lofar lifandi Guð og hefur ekki veiklast í sinni trú, heldur leyft deginum að færa eilítinn trúarvöxt inn í hjartað og það er skýr vilji Guðs. Við þurfum að leitast eftir því að vinna verk sem Drottinn hefur áður fyrirbúið. Já, hann fyrirbjóð þau, sem merkir líka að þau muni takast vel, en Drottinn er þannig Guð að hann skipar engum, hann undirbýr allt og byggir upp trúmannsins með þeim hætti að hlýðni við vilja Guðs verði honum töm. Það verður því partur af eðlilegu lífi fyrir hvort sem er mig að þig að vinna verkin sem Drottinn hefur lagt fram, og ég trúi því, og þú máski með mér líka, að hann undirbúi einstakling fyrir þetta verkið og hitt, því að trúin hann gaf einstaklingi hana, en einstaklingur er samt ekki bara einn og sér á ballarhafi. Einstaklingur hann tilheyrir hópi trúaðra manna og kvenna, og gott verk unnin af mínum höndum bless ekki aðeins mig, heldur allan hópin. Og þetta er svolítið mögnuð hugsun að eiga og er sönn hugsun og skýr vilji Guð sjá fyrir okkur sem hann hefur að sér tekið. Þetta finnst mér mikilvægt að árétta og þetta finnst mér brýnt að tala vegna þess að enginn okkar, þó að Drottinn sé einstaklingsguð, þá erum við samt tilheyrandi hópi manna og kvenna sem hann á. Þannig að mín verk af Guði gerð og útbúin munu því færa einn blessun til okkar sem trúum, og þessa hugsun vill Drottinn hygglust gefa hvort sem er mér eða þér, því að það er í eðli Guðs að útbreiða sjálfan sig með þeim hætti að notast við það fólk sem hann á þessari jörð. Hann á það vegna þess að hann hefur gefið í trú, og í trúnni leitast hvort sem er ég eða þú við að finna og skilja betur hvað Drottinn vill. En við megum aldrei gleyma því að við tilheyrum hópi manna og kvenna, og sem partur á þessum hópi væri það því mjög falleg og göfug hugsun að vita að mín verk eiga ekki bara að blessa sjálfa mig, heldur þennan hóp sem við verkið blessast upp og trúin styrkist. Við eigum að haga lífi okkar með þeim hætti að trú okkar hvers fyrir sig í þessum hópi verði meiri en hún var í gær. Þetta er hvatning sem að hiklaust má hvetja menn til að gera, en við verðum því að gæta okkar. Við verðum því að vera það sem Drottinn er, því hann talar til okkar, hann gefur allar leiðbeiningar, hann setur svo fram mál að við getum vel framkvæmt þau,
En eins og við vorum að tala hér í upphafi, þá skipar hann engum neitt. Og trúin vex með þeim hætti sé á rétt gerð að þetta að hlýða Guði verður okkur tamt. Það verður eðlilegasti þáttur og hlutur fyrir okkur í heimi að gera það sem Drottinn að boða. Og hvað hann að boða í dag? Það sama, hið góða, fagra og fullkomna fyrir mínar hendur, fyrir mín orð og svo framvegis og framvegis. Og þetta segjum við hvert með okkur sjálfum. Þá erum við búin að draga hring utan þennan einstakling. Þú ert einstaklingur, ég er einstaklingur, með heildina í huga. Þannig að við sjáum að ósvinna er ekki eitthvað sem Drottinn ætlar okkur að vera í, heldur það eitt sem að Drottinn áður undirbjó. Og hann hefur ærin starfa og hann er fær að gera þetta fyrir hvern dag fyrir sig, því hann hefur planað allt. Já, frá því að ég fæddist og þangað til ég hverfa á þessari jörð. Og þessi dagur er uppi og hann er með sitt plan og ég í minni trú vil gera absolutt hans plan og get gert það því það sem Drottinn setur fram er manninum ekki ofviða að fást við. Hann leggur enga byrðar meiri á mannin en hann getur borið og þolað. Kannski er trúin þannig sett upp að okkur finnst hún stundum vera byrði, en það er allt í lagi þó okkur finnst hún stundum vera byrði. Við getum alltaf huggað okkur við það að hann leggi ekki meira á neinn en hann getur borið, og ég held, svona stamt til tekið, að það hafi verið mikil huggun fyrir margt fólk einmitt að hafa þessa ritningarstaði hjá sér og með sér, sem auðvitað undirstrikar það leið mikilvægi þess að við kunnum ritningavers utan að. Hve oft hefur maður ekki gripið til ritningaversa sem maður mann og kann utan að og þuluð upp fyrir sjálfum sér til huggunar og styrkingar. Það er ótal skipti sem það hefur gerst og það er opinberanir sem Drottinn hefur gefið manni bara sem ungur maður í trúnni. Ég er búinn að vera yfir 30 ár trúaður, sem hafa fyllt manni og auki manni þrek og þor og kjark bara við að rifja þetta upp. Af hverju? Að því Drottinn stendur við það sem hann hefur sagt. Það er bara alveg borðleggjandi dæmi að hann stendur við það sem hann hefur sagt, og mitt verk er sem sagt að vita þetta, stíga út á þetta og hvetja menn og konur með mér til að vinna þessi verk, því að eins og við vorum að tala og það er staðreyn, við tilheyrum hópi. Þó að Guð vinni í mér sem einstaklingi, þá er hann ekki með mig bara utan svega einhvers staðar. Hann er með mig inn í þessum hópi og við þurfum að hugsa heill hópsins í Jesú nafni. Og hann tekur mörg orðin í þetta til að mynda að við skulum gæta hvers annars. Og hann segir meira, hann segir að járn brýni járn og maður brýni mann. Þannig við sjáum að þó hann sé einstaklingsguð, þá vinnur hann alltaf með það að markmiði að hópurinn, hann njóti þess sem við erum að gera. Þetta er mjög göfug hugsun að eiga og hafa, því þetta er svo mikill sannleikur. Þannig að við getum alveg trúað og treystið sem Drottinn að segja og gera, því hann talar eins og alltaf áður sannleika við hvort sem er mig eða þig. Og hver getur ekki elskað að heyra sannleikan? Ég elska að heyra sannleikan. Ég vil ekki heyra neitt nema sannleikan. Og ég veit hvaðan sannleikurinn kemur. Hann er af vörum lifandi Guðs. Þannig ég get með gleði tekið upp það sem Drottinn hefur sagt
og borið fram hér, vitandi sem að það sem hér sagt frá Guði komið og því heilagur sannleikur. Við getum farið eftir því sem Drottinn uppáleggur okkur að gera og ég fullyrði að fólk, menn og konur sem fara þessa leið, þeim ekki við neinni hrösun hætt. Fólkið verður af gætið og hugsunin breytist til betri vegar. Já, og aftur komum við á hópnum að því að hugsunin breytist til betri vegar hjá mér og þér, þá nýtur hópurinn góðs af því. Og nú ég að tala þetta hópinn sem að við erum í. Þá má við tala söfnuð líka ef við viljum það. Þetta til ég vera afskaplega brýnt að hvert og eitt okkar hugleiði og meira gleymi ekki, því að þetta kjarni málsins fyrir hinn trúaða mann. Þannig hann leikur sér ekki með það sem hann á, heldur varðveitar að það sem hann á og hlúar að því vegna þess að hann á það. Þetta afl heitir trú og það sett fram til þess að við þetta ræktum samfélagi við lifandi Guð gegnum okkar trú og lærum inn á lífið sem gefur okkur svo ótalvaldal margt af gæðum. Við erum að rækta þessi gæði og þau liggja öll í lifandi Guði. Þannig bara það. En ef við ekki bara stoppa hér og ég þakka kærlega fyrir mig og við sjáum til hvernig þessu vindur fram.